Komið þið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin í þennan þátt. Hún Kakala ætlar að vera með okkur í kvöld. Sæl og blessuð, elsku Kakala, og hjartanlega velkomin. Það bárust nokkrar spurningar til þín og eigum við ekki bara að byrja á þeim? Jú, Já, með ánægju. takk. Mér langar að fræðast hvernig þið lítið á þegar að fólk tekur sitt eigið líf. Setur fólk það í lífsplanið sitt eða er það yfirleitt slys? Hvað gerist eftir slíkt? Já, eins og allt í lærdómsferlinu ykkar hérna á jörðinni og það sem tengist við ykkar lífsplan að þá er þetta rosalega fjölbreytt. Þetta er alveg til jafns, getur verið að viðkomandi seti þetta í sitt lífsplan og það er ákveðið að sirka á þessu tímabili þá gerist þetta. Og þá er eins og við höfum farið inn í líka áður aðeins snert á og þá er oft mikill lærdómur fólginn í þessu fyrir þá sem er í kringum viðkomandi, fjölskyldan og vinir, þeir sem standa næst. Þá er búið að gera samning um þetta. Allir aðilar þarna sem koma að þessu. Að þetta gerist svona. Þá er það nýting á henni frjálsa vilja í lífsplani og allir samþykja þetta samaskapi að þá getum við rauninni hvenær sem er notað okkar frjálsa vilja til að fara yfir heim. Við getum gert það rauninni hvenær sem er. Af því að ykkur finnst oft gott að fá ákveðin svona hlutföll á hlutum. Það myndi ég segja og ég get sagt að oftar en ekki að þá er þetta sett í lífsplanið og þetta er sérst þá fyrirfram planað. Það er oftar, en það er svolítið erfitt að segja eitthvað sé oftar. Varðandi svona hluti. Þú spurðir hvað gerist þegar þetta já. Þá er það þannig leið og rauninni líkaminn hann fjarar út, sem sagt, hann hættir að virka, hann hættir að starfa. Því að þegar það er gripið inn í svona, inn í hans starfsemi, með sama hvað hætti það er, og þið veitir hvað ég meina, að þá hættir hann að starfa sem skyldi, þá verður hann eftir, þannig séð, og þið sem eru alltaf tengd við andlega sviðið, að þá upplifið það strax umskiptin ansi sterk þarna. Og það er tekið á móti ykkur, það er passað upp á að þeir sem er að taka á móti ykkar, það séu kunnuleg andlit, fólkið ykkar sem er í andasemi þarna, akkurat leiðbeinendur taka á móti ykkur. Og það er engin skömm, það er engin ásökun sem að neitt auðvitað fyrir viðkomandi oft strax í það. Í mennskun okkar erum við svo mikið í þessum tilfinningum og það er tekið á móti okkur og það er bara farið í það að hlúa að okkur. Það tekur mismikinn tíma en oftast bara frekar stuttan. Því að þegar við erum komin yfir þá fara allar hulurnar, við sjáum allt skýrt og við erum jafnvel tilbúin að fara fljótlega í aðra jarðvist. Og svo náttúrulega ef að, við skulum segja þó að þetta sé í lífsplaninu
allt fyrirfram ákveðið, að þá þetta talsvert mikið sjokk alltaf samt. En þá þurfum við jafnvel, þá þurfum við aðeins, munum við þurfa minni tíma oftast nær til að átta okkur. En við förum bara fljótlega í það að fara í annað líf eða vera áfram í heimi andans einhver stund. Það bara mjög fjölbreytt. Þannig að það svona hugsanagangur á jörðinni, viðhorf að maður sé, ef maður endar þetta jarðlíf snemma eða slíkt, að þetta sé, hvað maður segja, ofboðslega neikvætt, að þetta komi illa út fyrir sálarþroska ferlið okkar, að við séum að seinka okkur. Í eigindinni má segja þannig, en að því að í ykkar heimkynnum sem eru hérna í andlega heiminum, það er engin tími til. Þannig að þið upplifa bara sterkt í mennskunni þegar þið eru í jarðlífi, að þessi jafnvel, ef þetta sé verið að seinka og þið þurfa að koma aftur, taka ákveðin lærdóm, það er alveg rétt. Það gerir þið með einhverju móti, kannski ekki alveg eins, þar kemur líka fjölbreytnin inn, en raunverulega er þetta aldrei seinkun. Þannig að þið getið alveg strikað það út að það sé verið að seinka einhverju ferli, missa einhvern búta úr eða slíkt. Og þið kannist öll við að hafa heyrt af þessum viðhorfum. Ef þið hafið þau ekki sjálf, þá hafið þið heyrt umræður þetta. Þannig að hugsið bara allt hérna sem að þið eru að brasa á jarðarsviðinu, sama hvort það er þetta sem umræðefni sem ég er búin að vera að fara núna í, eða alls konar verkefni sem að þið takið. Allt er þetta til að þroska ykkur, komast inn í skæra ljós, með því að fara úr einingunni, gleyma henni, finna hann aftur, allt þetta. Og allt þetta verkefni eins og þetta, að taka lífið hérna jarðar og ákveða að fara snemma heim. Allt er þetta er eitt af verkefnunum, mörgum, fjölbreytileiki. Já. Þetta verður nefnilega munið það, þetta þarf að vera fjölbreytt. Getum ekki verið heldur hérna öll með sömu verkefni. Það verður ansi einsleitt. Já. Eitthvað fleira sem að fara dýpra í þetta, finnst þér? Nei, ég held að þetta sé bara nokkuð gott og upplýsandi svar hjá þér. Já, mér langar til að spyrja þig einnar spurningar sem að kannski að vissu leyti tengist þessu. Getum við notað okkar frjálsa vilja til þess að sameinast uppsprettunni og hætta raunverulega að vera til, hætta í þessu lærdómsferli? Er það möguleiki? Já, fyrst vil ég segja, þið hættir náttúrulega aldrei að vera til. Ég meina sem einstaklingar. Spurningum orðalag, já. Það meinar að vera hérna í rauninni aðskilinn partur frá uppsprettinu. Akkúrat, já. Hætt að vera aðskilinn partur og sameinast. Akkúrat, já. Það er eins og með ámóta og með þetta sem ég var að fara inn á, það er frjálsi viljinn, en þetta krefst ákveðins ferlis sem að það er verið að spyrja hérna. Frjálsi viljinn, hann er nýttur til að klára öll verkefni. Já. Og þegar þessi vilji fer í gang, ég vil sameinast uppsprettunni aftur, því að þar höfum við öll verið áður, engin upptekning á því, að þá förum við, má segja, á ákveðna hraðbraut. Og
og þetta tekur okkur, getur tekið mislangan tíma. Til þess að sameinast uppsprettunni, þá þurfum við að fara úr aðskilnaðnum. Við þurfum að tengjast einingunni aftur og það er það ferli sem við erum öll í hérna. Við þurfum að klára allan lærdóminn með tvíhyggjuna fyrst. Við þurfum að ná tökum á þessu öllu. Við þurfum að ná ákveðnu markmiði sem er það að vera með því að vera hér í jarðvist, sjá myrkrið, taka á móti með skilyrðislausri ást, sjá allt þetta sem er að gerast hérna, allt þetta bras og vera alveg, og þá verið í líkama og í fullkomni kyrrð innra með ykkur, í hjartanu. Þannig að þið finnið og sjáið að þetta raunverulega stuðar ykkur ekki lengur. Þið sjáið í gegnum allt þetta. Andstæðurnar renna saman. Af því þið leið og þið sjáið tilgang þeirra, til hvers við erum með þær, lærdómstólin sem þær eru, að þá renna þær saman og þá kemur þetta hlutleysi. Það er þetta sem það þarf að ná. Til að tengjast uppsprettinu aftur. Já. Og þegar þessi löngun kemur yfir, eins og að tengjast henni, að þá fer ferli í gang. Og eins og ég sagði, það er ákveðin svona hraðbraut sem fer í gang, sem opnast. Þetta er myndlíking, en samt líka bókstaflegt. Já. Af því að þetta er í góðu samhengi við fyrri spurninguna, má segja. Af því að þið hafi kannski viðhorf einmitt það, það er þessi mörg upplifiði þessa heimþrá. Og sérstaklega þegar byrjaði eins að opnast meira og kíkja inn í gáttina og sjá meira, að þá einmitt kemur þessi tilfinning, þessar minningar kyrrðina, uppsprettuna, friðinn. Þá er ákveðin viðhorf sem að þið hafið, að þá er eins og ef þið bara, ákveða að slúta þessu þessari jarðvist, að þá farið þið í kyrrðina strax. Já. En að því raunverulega þarna er þið í aðskilnaði af vissum hluta, að það er svona þetta átta sig á því, við þurfum að klára aðskilnaðinn og tvíhyggjuna. Já. Þannig að svo sannarlega, þið eru búin að fara marga hringi. Verið í uppsprettunni, verið í kyrrðinni þar. Og hún er góð, en það vantar svolítið hreyfingu. Já. Þá farið annar hring. Já. Já, þetta er mjög áhugavert og kannski ef ég má aðeins bæta við þetta rifjast upp fyrir mér það sem þú sagðir síðast þegar þú varst með okkur, að þú hafir oft verið að því komin að gefast upp og þú hafir bara tekið þér hlé og pásur. Þannig að þegar okkur langar til að samera uppsprettunni, þá erum við orðin ofboðslega þreytt á þessu brasi og þá langar okkur raunverulega í hvíld og þá fáum við hvíld og svo finnum við þegar við erum búin að fá næga hvíld og erum þá tilbúin til að halda áfram í lærdómsferlinu. Er þetta réttur skilningur hjá mér? Já, en hvíldin kemur náttúrulega ekki
hún kemur ekki samstundis. Nei, akkurat. Eins og ég var að fara inn á. Já, akkurat, já. Það fer þarna, hraðbrautin fer í gang. Já. Svo kemur hvíldin. Mm. Ef við viljið það. Já. En svo einmitt svo að þegar klárir hraðbrautina, að þá það oft gállin á að ykkur langar ekki til hvíld. Þannig þetta svona, það má segja að þetta sé svona svolítið tvist. Já, það er það. Mér finnst þetta mjög áhugavert. Já. En já, þá tökum við næstu spurningu. Á ég eftir að hafa sterka og góða handleggi í framtíðinni? Munu taugaverkirnir í handleggjunum minnka? Já, nú förum við aftur inn á ykkar áhugamál hérna í jarðasviðinu, frjálsa viljann. Já. Og þú settir í þitt lífsplan þetta ákveðna ástand sem þú ert með handleggjanum. Og ég skal segja þér fréttir að þú settir það einmitt í lífsplani til að heila þetta. Ferlið að heila, umbreyta formum, umbreyta tíðni og orku. Já, þetta er frjáls vilji. Ef þú vilt hafa sterka handleggi, þá verða þeir sterkir og þá þurftu að nota þína útsjónarsemi í mennskunni, skoða hvað þarftu raunverulega að gera. Bæði verklega séð, sama hvaða ákveðin þjálfur sem þú ferð í og svo notaru, og ég vil benda þér á, það kemur hérna inn, að nota svona bylgjuvinnu. Nota bylgjuvinnu, þá er ég að fara inn á svona tíðnibylgjur og þetta er víða núna, bæði eru ákveðin tæki sem er búið að hanna, sem að gefa frá sér bylgjur og svo eins er orkuvinna í gegnum heilara. Þá koma þessar tíðnibylgjur í gegnum heilaran sem er þá í líkama. Og þetta er alveg sömu bylgjurnar. Já, mismunandi tíðni á þeim. Ég bendi á að setja fókus á þetta. Já. Fá ákveðin tón til að umbreyta. Já. Og ég minni á ákveðin kóða hérna að andi er yfir efni. Allt sem er til í efnisheiminum varð fyrst til sem hugsun hjá ykkur. Já. Og svo þarf að taka eins og í þessari heilun sem að heilunaferli sem þú ert að fara í, það þarf að taka öll svið. Já. Þú þarft að þjálfa líkamann og hendurnar og ekki gleyma að þjálfa allan líkamann. Nei, ekki. Þú þarft að fókusera á allan líkamann til að allt falli vel og starfi vel saman. Svo þarft að breyta hugsuninni. Því það þarf að vinna öllum sviðum. Þú hefur nefnilega verið að vinna bara mest á einu sviði og þegar ég segi þetta svona þá veistu hvað ég meina. Breyta hugsuninni, vera alltaf í ákveðinni svona mestu, auðvitað náttúrulega er ekki alltaf hægt, en einblína það að vera alltaf í góðu flæði, ekki í neikvæðni, allt til að stuðla að þessari heilun. Já. Fara vel með þig og allt þetta. Svefn, mataræði, þannig að það tökka bara öll svið. Já. Og svo leið þú óskar eftir heilun líka, þar sem að þú fær svona tíðnibylgjur sendar á þig,
með ýmsu móti, að þú þarft að óska eftir því, ganga eftir því, nota frjálsa viljan, fara í svona tíðni heilun, þetta er við það í dag, að þá er það að hjálpa aldeilis mikið til. Já. En fyrst þarftu að muna að þú valdir þetta verkefni sjálf einmitt til að umbreyta og sigrast á þessu. Reyna á styrkinn, reyna á útsjónarsemina til að læra af því. Já. Þá er það síðasta spurningin. Viltu spyrja heilsuna mína? Er eitthvað að í meltingakerfinu eða alvarlegur sjúkdómur? Nú verð ég að biðja þig að hætta að líta undan. Horfast í augu við allt. Taka á móti og samþykkja. Því það eru stíflur. Þarna. Á þessu svæði sem að tengjast því að vera óttast að horfast í augu hlutina eins og það eru. Þú komið einmitt inn á jarðarsviði til þess og til margs annars en að horfast í augu við sjálfa þig fyrst og fremst og horfast í augu verkefni svo valdið er að því að þú ert búin að vera í biðstöðu, þú stoppaðir aðeins, auðvitað er aldrei algjör biðstaða en horfast í augu við allt. Það eru stíflur þarna í magastöðinni sem eru komnar aðeins út í líkamlega kerfið, ekki langt. Hefur ekki fengið að þróast lengi þar og það er engin tilviljun að nú viltu bara taka á þessu og fara að vinna í þessu, umbreyta þessu. Já. Þetta er kvíðinn, óttinn. Kvíði er ekkert annað en ótti, það sama. Að horfast í augu við lífið þitt eins og það er. Sjálfa þig. Leiðu og horfast í augu við þetta allt. Þá heilast líkamlega hlutinn, þarna líkamlega magasvæðið. Já. Stífla myndaðist fyrst á andlega hluta magasvæðisins. Það þarf að fara beint í það, það er orsökin, það þarf að vinna með það. Þá heilast þetta. Eins og segir, það er búið að rannsaka og svona, og þetta er svona, já, þú upplifir þetta sem ansi óljóst. Horfast í augu við þetta. Vera hér. Hætt að forðast að vera þú. Verð þú sjálf. Mundu að þú komst inn á jarðarsviðið, valdir að koma, gerð þitt lífsplan í samstarfi við þitt teymi og ákveða verkefni til að ná meiri sálarþroska, efla ljósið þitt, gleyma stund, muna svo aftur hver þú ert, þessi dásamlega undrun sem að fylgi því og nú er tíminn til að fara að opna og muna og það er byrjað hjá þér. Já. Það er nefnilega svolítið svona stemmingin finnst mér í gangi núna, svona ákveðið upprifjunarferli er það ekki, að svona er það réttur skilningur hjá mér að við erum búin að ferðast mjög marga hringi, læra
rosalega margt og gera margt. Sem sagt, en núna á þessum tímum sem að sagður er alveg sérstakir upprifjun eingöngu eða að meira leyti heldur en áður. Hún er að meira leyti en áður að því leyti að ef við tölum ákveðið tímabil þá hefur hún aldrei verið meiri á þessu tiltekna tímabili. Já. En svo sannarlega hafa verið í sögu jarðarinnar mikil upprifjunartímabil sem hafa farið fram. En við skulum tala þetta tímabil sem er núna. Að þá er orðið ansi langt á ykkar mælikvarða síðan öflug upprifjun fór í gang. Hjá okkur þá finnst okkur þetta ekki langt. Nei, en það er alltaf eins og með það tímaleysið, já. En það er alveg svo, nú tökum við þetta, alveg svo hjá ykkur, hverju einu. Já, hlutirnir sem þið eruð af sömu sálinni. Já, samvitundin, þið eru öll hlutar og svo eru þið öll tengd. Þið eru öll samvitund líka á sama tíma. Alveg svo hjá ykkur hverju einu, þá fer jörðin í svona hringrás. Nú er ég að tala um samvitundina, heildarsamvitund, að það koma svona tímabil þar sem að stór hluti samvitundarinnar er í gleymsku og aðskilnaði. Og þetta á við hvert og eitt eitthvað líka. Þannig að það er ákveðin tímabil þar sem að samvitundin er að miklu hluta í gleymsku. Núna er þetta hluti af þessu tímabili sem er komið núna, að þá er stór hluti hennar í einmitt farin að rifja upp. Já. Og þess vegna er það alveg rétt, það sem það hafa verið að heyra og margir miðlar og hafa verið að koma fram með, að það er alveg satt sem sagt er, að það er mjög jörðin núna, að því að hún er í upprifjun að fasa samvitundir hérna, að þá er jarðarsviðin núna mjög spennandi íverustaður. Og það er, já, það sem að þið hafi heyrt, það er óvanlega mikið af sálum að koma núna akkurat hérna inn. Á þessu tímabili. Einmitt af því að það er svo mikil upprifjun í gangi og rauninni alltaf þegar ákveðið stór hluti samvitundar er búin að rifja upp. Þá nefnilega, það er svo stórkostlegt moment. Já. Þá get ég fara að tala um í samhengi við það Atlantis tímalína, að við það var eitthvað það sem gerst í Atlantis. Það var komið ákveðið prósenta af samvitundum þar var búin að rifja upp eininguna. Þess vegna gátu við gert allt sem við gerði þarna. Og svo verðið líka muna í æðra sjálfur ykkar, þegar nú er ég að tala við æðra sjálfur ykkar, þessa vitund ykkar sem er alltaf tengt andlega sviðin og rauninni alviturt, að þið verða að muna það að eftir hringnum það er uppgangur og þegar við búið að vera uppgangur í ákveðin tíma þá verður að koma hnignun. Já. Þegar búið að vera mikil eining í langa tíma á stóru hluta samvitundar, sama hvort að þessi samvitund er hérna á jörðinni eða annars staðar, þá þarf að koma aðskilnaður. Muniði samspil kyrrðar og hreyfingar. Já. En svo er þið einmitt, eins og að koma inn á við það, þá það er gaman að vera hérna núna. Einmitt á jörðinni. Já. Við skulum segja að það hefur alltaf verið gaman.
það þetta, þegar ég farið átt ykkur á hringrásinni, það þarf alltaf að vera uppgangur og svo hnignun, eining, aðskilnaður og þetta. Þegar ég farið átt ykkur á þessu, þá þá sem andstæðarnar fara að renna saman. Þið eru komin í hlutleysið, þið eru komin út fyrir, sjáu þetta allt skýrt. Það þá sem eru búin að útskrifast í jarðarskólanum. Já, Ef ykkur langar til. já, akkúrat. Já, Já, þetta er mjög áhugavert. Var það þá ríkjandi aðskilnaður sem að fór með Atlantis á sínum tíma? já, Já, já. Að eftir mikið uppgangstímabil og einingartímabil, já, að þá kemur þessi hnignun og aðskilnaður. Þetta er hringurinn. já, Og í ykkar mennsku, einmitt, þá sjáu þetta, og út af því þið eru svolítið föst í tvíhyggjunni, og það sé allt að gerast með það á góðri leið, að þá sáu þetta einmitt svo neikvætt, af því að einmitt þetta, þið upplifðu svo oft, uppgangurinn var svo mikill, og þið gerðu svo mikið og allt þetta samstarf heima og geima út allt, já, og þið gerðu svo ótrúlega hluti, og þá voruð þið svo sorgmætt, og þið eru með svo sorgmætt sem að, já, þið náttúrulega munið og tengist öll hérna að þessu tímabilum, Atlantis, tímalínni. Sorgin yfir þessu, sko, þið eru ekki ennþá búin að jafna ykkur. Nei, nú er einmitt komið tími til að jafna ykkur á þessu. Af því nú skal ég segja ykkur fréttir sem þið viljið heyra, og ég veit að þið viljið öll heyra, að það er akkurat þetta sem er að gera núna. Það má segja að þetta sé Atlantis taka 2. Sannleikur, með svona smá skemmtilegu ívafi, en þetta er sannleikur. já, Þannig að hættið að syrgja það sem gerist í Atlantis, af því að, þið syrgið þetta, þið eru misopið hérna núna, og það er eins og á að vera. Og þeir sem að muni þetta ekki skýrt, margir muni þetta skýrt, þeir eru samt að syrgja niðri hérna, finna þetta í hjartastöðinni, geta samt ekki sett þetta í orð eða neitt slíkt, en finna þetta. En nú komið tími til að hætta að syrgja þetta, og þetta er að gerast aftur. Ef þið hættið að halda ykkur niðri í óttanum, klári verkefni ykkar hér og allar þessar hringrásir, einmitt, Atlantis taka 2 er að hefjast. já. Þetta eru áhugaverðar fréttir. Já, gott. Það eru það, svo sannarlega. Já, þetta eru fréttir sem allir vilja heyra. Ég viss það. Já, það efast ég ekki um. Og eigum við ekki raunverulega að hugsa þannig, Kakala, að við viljum heyra allt? Jú, heyra allt, sjá allt. Já. Og sjá fegurðina í þjáningunni. Já. Algjörlega. Og er eitthvað fleira sem að þú vilt deila með okkur svona varðandi, já, svona það sem að framundan það sem að er í lagi að segja okkur, vegna þess að ég ger mér að sjálfsögðu grein fyrir því að margt á að vera hulið til þess að við getum lært. Já. Ég er með skilaboð til ykkar varðandi þetta. Hættið að tala hlutina, ef þið megið tala þá, en hættið bara að tala og tala og tala. Og þið talið, og ég er ekki að segja bara því segið þið, þá er bara meinið þið, ég er að tala við ykkur öll, samvitundina, jörðinni. Þið talið mjög mikið eininguna, þið talið mjög mikið tengingar,
skilyrðislausu ástina, hugtökin, en nú er ég að segja að þið farið að framkvæma eftir þessu. Mm. Ekki að tala bara um eininguna, vera einingin. Ekki að tala bara um skilyrðislausu ástina, vera skilyrðislu ást. Fara að vera þetta, Mm. fara að gera. Já. Þessu fariði beint inn á hraðbrautina, aftur í ámóta ástand og var í Atlantis. Já. Já. Þið eru svo mikið að horfa á ykkur hugtök og tala um þau og finnst það voða flott og einhvern veginn haldið átt að það er svona ákveðin viðhorf að sé bara nóg að tala um þau. En nú þurfum að fara að vera allt þetta fallega sem maður er búin að stúdera og fá til ykkar. Já, vera þetta. Vera ást. Já. Og vera duglegri að rækta tengslin við ykkur er það ekki? Jú. Og hvað heldur að myndi til dæmis gerast ef að allir myndi fara í framkvæma það að vera ást? Hvað myndi gerast á hérna? Þá yrði friður, Já. eining Já. og fallegt líf. Já. Þá yrði samruni, já, þá myndum við uppgötva að lífið á jörðinni er raunverulega ekki síður andlegt líf heldur en í andlega heiminum. Já. Það er einmitt það. Þið þurfið taka þessa vinnu, að vera ástin, vera einingin. Þið þurfið að vinna þessa vinnu með peppi náttúrulega frá okkur hérna. Já. Það er eins og hafi verið ákveðin viðhorf hjá okkur að það myndi bara einhver koma hérna inn, bara einhver sveit af aðri verum og bara gera þetta fyrir ykkur. Þú veist, svona ákveðin viðhorf, bara gera þetta. Myndi bara mæta, þú veist, alveg heilu sveitinar. En þið þurfið að gera þessa vinnu. Það er við sem erum búin að senda ykkur kóðana til einmitt að rifja upp eininguna, skilyrðislausu ástina og svo er það ykkar hlutverk, þið eru búin að fá þetta til ykkar að vera þetta í verki. Já, vera þetta. Já. Það er sannarlega göfugt markmið. Nú ertu búin að segja okkur ansi margt í þessum þætti og eins og alltaf að þá liggur mér ekkert á að losna við þig og þess vegna langar mig til að spyrja þig, Kakala, er eitthvað fleira sem þið langar til þess að deila með okkur? Ég er búin að koma því til skilar sem að þurft að koma núna. Og að þið vitið og sé meðvituð þetta. Hvað er að gerast hjá ykkur núna? Það er upprifjunartímabil og þið eru á leiðinni í einingartímabil eftir aðskilnaðartímabil. Já. Þannig að leið að þið heyri þetta, þá opnast á ákveðna kafla inni. Já, inni ykkur. Eigum við þá að segja að þetta séu ágætt loka orðað sinni þangað til að þú kemur næst til okkar. Já. Og þá langar mig til að þakka ykkur öllum sem að hlustuðu á okkur og horfðuð og elsku Kakala, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn og sem betur fer að þá erum við nú í ansi reglulegum og góðum samskiptum.
Takk fyrir. Takk fyrir mig.